Ísland flýtir greiðslum til Palestínu flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna vegna mikillar neyðar á Gaza. Megn óánægja í Ísrael með hversu hægt gengur að frelsa gísla úr haldi Hamas. Tímamót hafa orðið í sögu Bitcoin rafmyntarinnar sem hefur í fyrsta sinn verið viðurkennd sem eign á fjármálamarkaði. Verðgildi hennar hefur aldrei verið hærra. Þýski þjóðernisflokkurinn AfD nýtur stuðnings ríkasta manns heims Elons Musks sem eys fúkyrðum yfir kanslarann. Sá vill að Þjóðverjar ákveði örlög landsins en ekki Musk. Hulda Jensdóttir ljósmóðir fagnar aldarafmæli í dag. Hún hefur ekki tölu á börnunum sem hún tók á móti á áratugalöngum ferli sem var bæði fallegur og gefandi. Krakkar og fullorðnir skemmtu sér á snjóþotum á Seltjarnarnesi í dag, næst síðasta dag jóla. Fallegt vetrarveður var á höfuðborgarsvæðinu og glitský sáust á himni. Gott kvöld. Tímamót hafa orðið í sögu Bitcoin rafmyntarinnar og hafa stærstu fjárfestar heims tekið myntina inn sem hluta af eignasafni. Sérfræðingur segir kröfu nútímans vera að hefðbundin alþjóðaviðskipti breytist. Stórt skref hefur verið tekið til að innleiða Bitcoin í hefðbundin fjármálaheim. Undanfarið ár hefur uppgangur rafmyntarinnar verið mikill, verðgildi hækkað og orðið stöðugra. Stærsta eignastýringarfyrirtæki heims, BlackRock, hefur í fyrsta sinn fjárfest í Bitcoin fyrir $78 milljónir sem eru 10,9 milljarðar króna. Trump verðandi Bandaríkjaforseti styður einnig notkun hennar í ríkisfjármálum. Kristján Ingi sérfræðingur hjá Visku, fyrsta sérhæfða rafmyntarsjóðunum hér á landi. Mjög stór tímamót. Það verið að viðurkenna eignina sem alþjóðlega eign sem hægt að hafa í stóru eignasafni. Núna í fyrra, 2024, febrúar, var Bitcoin viðurkennt sem fjármálavara á mörkuðum og síðan núna á seinnipart ársins þá tók við í rauninni eftir kosningarnar ný ríkisstjórn í Bandaríkjunum sem er líka mjög hliðholl þessari eign. Verð á einu Bitcoin í fyrsta skipti komið yfir $100.000 eða 13 milljónir króna. Kristján segir stöðuna í efnahagsmálum heimsins kalla á lausn sem þetta stafræna gull geti veitt. Að það er ekki þetta fjöldaframlega til dæmis eins og Bitcoin í heimi þar sem að skuldasöfnun er mjög mikil. Bitcoin kemur þarna fram 2008 sem hugmynd og hefur í rauninni vaxið sem hugmyndafræði og það sem er líka mjög áhugavert er að í stafrænum heimi í dag þá er ekkert að flytja peninga með góðum hætti. Ég get fara og panta með pítsu sem er send á hálftíma til mín en það tekur heilan mánuð fyrir peningi minn að ferðast innan kreditkortakerfið til söluaðilans. Og þetta náttúrulega þarf að breytast á 21. öldina þegar þetta í rauninni er ekki að fara að ganga með þessum hætti til lengdar. Almenningur getur fjárfest í myndinni, segir Kristján. Já, og í rauninni hafa tvö stærstu eignarstýringarhús í heiminum eins og Fidelity og BlackRock beinlínis sagt að það eigi allir að eiga Bitcoin í sínu eignasafni og þannig eru að tala 1-2% hafa gefið þá út og það eru lífeyrissjóðir byrjar að kaupa þetta og aðrir stóri fjárfestar. Samninganefnd á vegum ísraelska yfirvalda hélt aftur til Katar í gær til að halda viðræðum áfram við Hamas lausn gísla. Mikil óánægja er meðal ísraelsmanna með hversu hægt viðræðunum miðar. Það kom til átaka milli mótmælenda og lögreglu í Tel Aviv í Ísrael í gærkvöld en mótmælendur eru afar ósáttir með ísraelsk stjórnvöld og framgöngu þeirra í samningaviðræðum. Talið er að enn séu 100 í haldi Hamas og hafa verið í 15 mánuði. Ættingjar þeirra og vinnir eru farnir efast að þeir sjáu fólkið sitt aftur. אני באופן אישי איבדתי את התקווה. אני מרגיש חטוף ושבוי בידי ממשלה אשר השתלטה על חירותי והפקירה וממשיכה להפקיר בצורה בוטה את בני בכורי אהובי גיא. Liðsmenn Hamas birtu í gær myndskeið af Liri Albag sem þeir tóku höndum í árásinni í október 2023 en foreldrar hennar saka Benjamin Netanyahu forsætisráðherra sinnuleysi. זאת לא לירי שאנחנו מכירים. היום דיבר איתנו ראש הממשלה, נשיא המדינה, הרמטכ"ל, שר הביטחון ואמרנו לו שיעשו עסקה, זה הזמן. יש את לירי ועוד 99 חטופים שצריכים לבוא הביתה במהרה.
Ísraelsher hefur lítið dregið úr árásum á Gaza þó svo viðræður lausn gíslana séu hafnar að nýju. Þá aukin spenna milli Ísraela og Hezbollah-hreyfingarinnar í Líbanon, þar sem vopnahlé hefur verið í gildi í rúman mánuð. Varnarmálaráðherra Ísraels segir vopnahléið í hættu ef Hezbollah-liðar dragi sig ekki frá herlausu svæði við landamæri ríkjanna. אם התנאי הזה לא יתקיים, לא יהיה הסכם. וישראל תיאלץ לפעול בעצמה כדי להבטיח את חזרת תושבי הצפון בביטחון לבתיהם. לא נאפשר יצירת איום מחודש על יישובי הצפון ועל אזרחי מדינת ישראל. Íslensk yfirvöld ætla að flýta greiðslum til Palestínuflóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, nýr utanríkisráðherra, greinir frá þessu en hún ræddi við framkvæmdastjóra flóttamannaaðstoðarinnar fyrr í dag. Hún segir gríðarlega þörf fyrir mannúðaraðstoð á Gaza og örugt að þar hafi verið framin alvarleg brot á alþjóðalögum. Hún vill ekki segja skýrt til að Ísraelsher hafi framið þjóðarmorð á Gaza fyrr en úr því fæst skorið fyrir alþjóðadómstólum. Þjóðarflokkur Austurríkis hefur tekið U-beygju og ætlar að ganga til stjórnarmyndunarviðræðna við Frelsisflokkinn. Kanslari landsins og leiðtogi þjóðarflokksins sagði af sér embætti í gærkvöld. Frelsisflokkurinn fékk flest atkvæði allra flokka í þingkosningum í september, 29%. Þetta þjóðernisflokkur lengst til hægri og aðrir flokkar hefðu þvert tekið fyrir að reyna að mynda með honum ríkisstjórn. Þjóðarflokkurinn, Sósíaldemókratar og flokkurinn Nýtt Austurríki höfðu átt í stjórnarmyndunarviðræðum sem slitnaði upp úr helgina. Í gærkvöld sagði Karl Nehammer af sér embætti kanslara landsins og formennsku í þjóðarflokknum. Síðan hefur verið óljóst hvað myndi taka við, hvort þjóðarflokkurinn myndi hefja viðræður við Frelsisflokkinn eða hvort kjósa þyrfti á ný. Ich habe, liebe Österreicherinnen und Österreicher, die letzten Stunden genutzt und mit zahlreichen politischen Verantwortungsträgern gesprochen. Bei diesen Gesprächen hat sich das Bild ergeben, dass die Stimmen innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen, deutlich leiser geworden sind. Nýr leiðtogi þjóðarflokksins tilkynnti eftir krísufund síðdegis að gengið yrði til viðræðina við hinn þjóðernissinnaða Frelsisflokk. Ich begrüße die Entscheidung des Bundespräsidenten, den Obmann der stimmenstärksten Partei morgen in der Hofburg zu treffen und ein Gespräch zu führen, ausdrücklich. Denn so wie unser Bundeskanzler bereits in der Vergangenheit mehrfach betont hat, erwarte auch ich mir, dass der Obmann der stimmenstärksten Partei mit der Bildung einer zukünftigen Bundesregierung betraut wird. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda telur að stjórnvöld hafi gert mistök þegar ívilnanir vegna kaupa á nýjum rafbílum voru felldar úr gildi fyrir ári. Lengri tíma geti tekið að rafvæða bílaflota landsmanna. Sala á nýjum rafbílum dróst saman 70% á síðasta ári. Árið 2023 voru seldir rúmlega 10.000 rafbílar en rétt rúmlega 3.000 í fyrra. Formaður rafbílasambandsins sagði í fréttum Sjónvarps í gær að kílómetragjöld sem byrjað var að leggja á rafbíla fyrir ári hefðu haft neikvæð áhrif á eftirspurn. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að stjórnvöld hafi gert mistök þegar dregið var úr ívilnun vegna kaupa á rafbíl eins og til dæmis varðandi greiðslu virðisaukaskatts. Þannig ég held að kannski að menn læri það helst að þessu að það var farið of bratt í það að draga úr ívilnunum. Markaðurinn hafði svolítið trú á því að það yrði styttra í að það yrði svona kannski svipaður kostnaður á hefðbundnum brunarhreyfisbílum og rafbílum. Það er ekki búið að ná því marki og í Evrópu tala menn að það geti náðst kannski 2027. Efnahagsástandið hafi einnig haft þau áhrif að almennt dró úr bílasölu í fyrra. Ég held kannski að þetta kílómetragjald sé ekki stóri faktorinn. Ég veit marga sem að nota rafbíla, þeir telja bara eðlilegt að þeir borgi eitthvað fyrir notkun sína. Svo verður menn að finna eitthvað flöt að því hvað er sanngjarnt kílómetragjald og það sé ákveðið sanngjarni miðað við þá stærð, þyngd og orkunotkun. Hann segir að huga þurfi betur að uppbyggingu innviða fyrir rafbíla. Stjórnvöld hér hefðu markað það að það ætti að hætta að selja brunarhreyfilsbíla frá og með 2030. Ég held að veri heldur seinna en það mun gerast. Svo líka hitt, ég hefði viljað sjá meira aðhald gagnvart til dæmis söluaðilum raforku á þjónustustöðum víða um landið.
Við sjáum það að menn að fara yfir 80 krónur á kílóvattstundina og þetta jafnvel fyrirtæki sem að fengi verulega ríkistyrki til þess að byggja upp sína þjónustustöðvar. Þannig að það þyrfti að vera eitthvað aðhald frá hinu opinbera gagnvart þessum aðilum. 4 sinnum fleiri voru lagðir inn á spítala í Bretlandi með flensu í lok desember en á sama tíma í fyrra. Influensufaraldur geisar víða í Evrópu og segir franskur læknir langt síðan að faraldurinn var svo skæður þar í landi. Læknar í Bretlandi telja flensuna fyrr á ferðinni en vanalega. Yfirleitt ná hún hámarki seinna í janúar. I was pretty sick. I was scared this time because I've had pneumonia before, but it's like illnesses, but this was so different this way. Rúmlega 5.000 manns voru lagðir inn á spítala með flensu í Bretlandi 29. desember. Það eru 4 sinnum fleiri en sama mánaðardag í nóvember. Patients who have underlying respiratory disease, who I look after all the time, they've been more affected this year and have been more likely to end up in hospital to need our care because they require oxygen and the extra treatments that we can give them. But it's also affected people that are older that don't have underlying respiratory disease, and while those patients sometimes do end up in hospital, there have been more of them this year. Á sama tíma vetrarkuldi í Bretlandi og það oft við þannig aðstæður sem fleiri þurfa að leita á spítala. Flensan geisar víðar og í Frakklandi hefur verið gripið til þess ráðs á spítölum að setja upp sérstakar bráðadeildir til að sinna flensusjúklingum. Là, c'est assez sévère. Ça faisait longtemps que moi je n'ai pas ressenti une épidémie aussi importante. Í Rúmeníu fjölgaði tilfellum helming milli vikna jól og áramót og miklar annir eru á heilsugæslustöðvum. Staðan svipuð í Ungverjalandi þar sem heimsóknarbann á sumum deildum á spítölum. Úgy gondolom, hogy a jövő hét második felére látványosan tovább fog növekedni a megbetegedett gyermekek száma, és természetesen a felnőtteké is, hisz újra közösségbe kerülnek egy hosszabb szünet után, és újra egy nagyobb erővel elindulhat az influenza, a Covid és egyéb fertőző megbetegedések. Það var mikið dýrðir á morgunhimninum á suðvesturhorni landsins í morgun. Stór og litrík glitský sáust frá höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi frá því sólarupprás og fram undir hádegi. Það eru kjöraðstæður fyrir þau núna, kalt og stillt, en þau myndast í 15 til 30 km hæð, þar sem getur verið hátt í 100 gráðu frost. Óli Þór, getur þú sagt okkur aðeins meira þessi glitský? Mér fannst þetta vera eins og horfin í perluskel. Já, það alveg rétt. Þau eru gjarnan kölluð líka perlumóður ský. Þau náttúrulega eins og þess að kom fram að þau myndast mjög hátt upp yfir mikinn kulda. Þau sjást náttúrulega nær eingöngu hérna yfir vetramánuðina, þannig að þar sem bæði dagurinn það stuttur að þá gefst betri tími. Sólin mjög lágt á lofti. Þau sjást gjarnan þegar að sólin rétt yfir sjóndeildarhringnum, svona 1 til 6 gráður fyrir ofan. Þannig að þetta einmitt, eins og áður kom fram, mjög góðar aðstæður til þess að sjá þau. Þetta sjaldgæft, eða ekki? Til þess að gera. Þetta kemur nú svona flesta vetur einhverja daga. En það oft hérna í desember, janúar sem að þetta gefst og til dæmis núna í haust var þetta fyrir norðan og sást það bara þegar var bjart þar en ekki hér og svo sama aftur þá núna það bjart hérna sunnan og vestan til. Og þess vegna sjáum við þau en þeir minna þeim. En að veðrinu næstu daga, verður áfram svona kjöraðstæður fyrir glitský, norðurljós og útiveru? Næsta sólarhringinn verður þetta mjög svipað. Það er að létt skýjað hérna sunnan á vestanverðurlandinu, en hins vegar éljagangur á norður- og austurlandi, þannig að þar verður nú minna spennandi að vera úti og hvað þá að rýna upp í himinin. Á þriðjudag verður líklega skýjað mest allt land, svo léttir til á miðvikudag, en svo þykknar upp hérna vestan til á fimmtudaginn og léttir til þá fyrir austan tíma. En svo að sjá að það fara að hlýna hjá okkur, þannig að þá eru líklega aðstæður bæði fyrir norðurljós og glitský og allt þetta dótir í bara nánast og sögun í bili. Takk fyrir þetta, Óli Þór, þú fyrir betri veðrið á eftir. Borgarbúar nýttu daginn til útivistar þrátt fyrir kulda og hvíta jörð, bæði til að renna sér á sleða og einnig til að viðra sig og sína. Það var fallegt vetrarveður á höfuðborgarsvæðinu í dag þennan næst síðasta dag jóla. Í miðborg Reykjavíkur lögðu margir leið sína yfir ísilaða tjörnina, sumir voru að viðra fjórfallinga en aðrir voru búnir að setja á sig gönguskíði eða léku sér á sleðum. Í Plútóbrekkunni á Seltjarnarnesi voru krakkar og fullorðnir að renna sér á snjóþotum.
Eru búin að renna ykkur mikið í dag? Bara mjög, eða eiginlega bara smá. Hvað er skemmtilegast við að vera á sleða? Renna okkur niður örugglega. Er þetta ekkert hættulegt? Þetta getur verið hættulegt. En þið farið varlega? Já. Og svo er bara að renna sér á stað. Kanslari Þýskalands hefur meiri áhyggjur af stuðningi Elon Musk við þjóðernisflokkinn AfD en þeim ummælum sem milljarðamæringurinn hefur látið falla sig. Musk hefur kallað kanslaran vanhæfan fávita. Það styttist í þingkosningar í Þýskalandi. Þær verða 23. febrúar og þjóðernisflokkurinn Alternative für Deutschland hefur fengið liðstyrk frá Bandaríkjunum. Elon Musk, ríkasti maður heims og eigandi Tesla, SpaceX og samfélagsmiðilsins X, hefur ítrekað lýst yfir stuðningi við flokkinn og sagði í færslu á samfélagsmiðli sínum að flokkurinn væri sá eini sem geti bjargað Þýskalandi. Samkvæmt könnunum fær flokkurinn næstmest fylgi. Musk er ráðgjafi Donalds Trumps sem tekur brátt við embætti Bandaríkjaforseta. Í annarri færslu sagði hann að kanslari Þýskalands væri vanhæfur fáviti sem ætti að segja strax af sér. Stuttu síðar sagði hann að forseti Þýskalands, Frank-Walter Steinmeier, væri andlýðræðislegur einvaldur. Kanslarinn tjáði sig þessi ummæli Musks í viðtali við þýska tímariti Stern í gær. Þar kvaðst hann vera ósámála þessum yfirlýsingum. Hann hefði þó meiri áhyggjur af einörðum stuðningi Musks við AfD en þessum ummælum sig og forsetan. Fólk segði ýmislegt á netinu og að hann sjálfur hefði þá reglu að vera ekki að fóðra tröllin eins og hann orðaði það. Þessar myndir voru teknar þegar Scholz og Musk hittust fyrir tæpum 3 árum þegar verksmiðja Tesla var opnuð í Þýskalandi. Kanslarinn kom inn á ummæli Musks í áramótaávarpi á dögunum og sagði að ef einhverjir vissu hversu miklu máli samheldni skipti, væru það Þjóðverjar. Damit ist auch klar, wie es in Deutschland weitergeht. Das bestimmen Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Darüber entscheiden nicht die Inhaber sozialer Medien. Talsmaður ríkisstjórnar Þýskalands og kanslarinn eru sammála að Musk sé frjálst að tjá þessar skoðanir sínar. In der Tat ist es so, dass Elon Musk versucht, durch seine Einlassung Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen. Sjálfur ætlar Musk að taka viðtal við leiðtoga AfD, Alice Wiesel, 9. janúar og sína á samfélagsmiðli sínum X. Scholz kvaðst í viðtalinu í gær ekki spenntur fyrir því að mæta sjálfur í spjall til Musks. Bláugga túnfiskur fór á hæsta verði í sögunni á uppboði í Japan í morgun. Fiskurinn var seldur á upphæð sem jafngildir 183 milljónum íslenskra króna. Fiskurinn vegur 276 kíló og því kílóverðið 660.000 krónur. Túnfisk uppboðið var það fyrsta í Japan á þessu ári. Það var haldið á fiskmarkaði í Tókjó og hófst klukkan 5 í morgun. En það voru eigendur Onodera veitingahúsakeðjunar sem áttu hæsta boðið. Hulda Jensdóttir ljósmóðir fagnar 100 ára afmæli sínu í dag. Hún segir ljósmóðurstarfið hafa verið stórkostlegt og gefandi. Það var margmenni í 100 ára afmælisveislu Huldu í dag og raunar fleiri en hún átti sjálf von á. Hulda starfaði sem ljósmóðir og forstöðukona fæðingarheimilis Reykjavíkur í tæp 30 ár. Þetta er lúxus alveg, algjör lúxus. Ég nefnilega hef það svo gott og svo líður svo vel og svo ég dásamt barn sem ég fæði að búa hjá núna. Svoleiðis að það er ekki hægt að hafa það betra. Ég finn ekki að ég sé orðin gömul. En nú er ég bara sest upp hjá dóttur minni, svo ég sé ekki ein heima í íbúðinu minni. Og við erum aldrei að rífast og aldrei að skammast og allt bara rosalega gott og fín. Ég get labbað eins og ekkert sé í kringum mig og svo ég hef allt fyrir að þakka. Ég finn ekki fyrir neinum vandræðum. Hulda hefur alla tíð hugsað vel heilsuna, borðað hollt og hreyft sig mikið. Undanfarið hefur hún nýtt stigagöngin heima fyrir göngutúra. Svo það er talsverður gangur og ég labba það næst hjá mig hverju einastu degi ef veðrið er gott, ef ég fer ekki eitthvað lengra.
En það ljóst að ljósmóðurstarfið hefur líka gefið henni mikið. Hún átti stóran þátt í að innleiða ný viðhorf til fæðinga og þjónustu við nýbakaðar mæður og hóf til að mynda að halda námskeið í slökun fyrir verðandi mæður árið 1953. Einhverja tölu hvað þetta mörg börn sem hefur tekið á móti? Já, það hlýtur að vera þessi ykkur sem skrifa, en þeir eru náttúrulega mjög mörg hundruðum saman. Og konur komið utan að landsbyggðinni til þess að eiga barnið sitt hjá mér. Það var svo mikið, þær höfðu svo mikla trú á mér sko, þannig að ég hefði mjög mikið að gera. En það var stórkostlegt að vera í þessu. Fallegu bransi. Það er svo fallegt sem við verðum að tala um. Það fylgir manni að taka vel á því. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Glódís Perla Viggósdóttir var í gær valin íþróttamaður ársins 2024. Í fyrsta skipti í sögu verðlaunanna skipuðu konur efstu 3 sætin. HM í handbolta byrjar síðar í mánuðinum og íslenska liðið ætlar sér að byrja af krafti. Taka einn leik í einu og þú veist, og bara vinna riðilinn. Og erkifjendur mættust í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Íþróttir eftir augnablik. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísland flýtir greiðslum til Palestínuflóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna vegna mikillar neyðar á Gaza. Megn óánægja er í Ísrael með hversu hægt gengur að frelsa gísla úr haldi Hamas. Tímamót hafa orðið í sögu Bitcoin rafmyntarinnar sem hefur í fyrsta sinn verið viðurkennd sem eign á fjármálamarkaði. Verðgildi hennar hefur aldrei verið hærra. Þýski þjóðernisflokkurinn AfD nýtur stuðnings ríkasta manns heims Elons Musks sem eys fúkyrðum yfir kanslarann. Sá vill að Þjóðverjar ákveði örlög landsins en ekki Musk. Hulda Jensdóttir ljósmóðir fagnar aldarafmæli í dag. Hún hefur ekki tölu á börnunum sem hún tók á móti á áratugalöngum ferli sem var bæði fallegur og gefandi. Og krakkar og fullorðnir skemmtu sér á snjóþotum á Seltjarnarnesi í dag, næst síðasta dag jóla. Fallegt vetrarveður var á höfuðborgarsvæðinu og glitský sáust á himni. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Vigdís leikinn